annan hádegi, en það var ægilega notalegt að koma inn. Það voru nýbökuð jólakökur og eitthvað dótari. Það var Sirrý ráðskona og símadama. En það var ekki nóg með það að maður væri þarna ráðskona, það var maður líka símadama. Og svo þurfti maður að mjólka kúna, skilja, fara með skilja í skilvöndinni, ekki við kallinn, það var ekki hægt. Og búa til smjöri, geyma rjómann og það var engin ísskápur þegar ég kom fyrst, það var bara sett í lúguna sem lá út í síma, hún er þarna ennþá, það var eini kaldur staður, það er kopar, svona snerill sem er þarna ennþá á lúgunni, það þyrfti bara pússa. Ná á hann málingunni. Þetta er svona eitthvað sem þarf að geyma og má ekki fara. Og svo var Guðjón, sko, hann var nú frekar á móti mér. Þetta var bara stelpufíll úr Reykjavík sem vissi ekki neitt og hafði verið á skólum og þetta fólk úr skólum, það vissi ekki neitt og vitlausverðin allt sem vitlaust var. Það var Guðjón og Eyri og gekk alveg yfir hann hvað við vorum vitlaus, hvað ég var vitlaus og illa ættuð fyrir utan það. Bara úr Reykjavík og jú, ég var eitthvað verst að reyna að segja hann það, ég væri frá úr Súðavík og sagði hann hver afi minn hefði verið, já, hann var bara aumingi, sko. Bara vitlaussingur og hann drafst með einhverju skipi og manstu hvað skipi hér? Ég man það ekki. Ok, það var sko litið þvílíkt niður á mann, maður bara algjörlega dán. Svo gleymi ég því aldrei þegar hann kemur einu sinni inn og segir réttu við döðslægið. Döðslægið, segir ég, hvað er það? Þetta fólk úr Reykjavík, það veit ekki neitt. Réttu við döðslægið, döðslægið inn í búri, segir hann. Og svo kemur hann æðandinn, hann var að slátra. Hann var að slátra lömbum og ég átti að rétta honum döðslægið. Vitið þið hvað döðslægið er? Já. Veist þú það? Já. Það er sigti og það er upp í eldhúsi hjá mér hangið bara á króm. Ég hef búið erlendis sko svo ég veit. Já, ok, það er döðslægur ábyggilega danska eða ég veit ekki hvað. Ég var bara alveg eins og fólki að fá þetta og svo rétti ég honum döðslægið, það var hann upp á nagla í búrinu og er enn þarna. Ef ykkur vantar döðslæg þá er það ekki. Svo fyrir hann að versnast koma heim með eitthvað smá rúsínur í svona skráar umslögum. Þetta var póst, það voru einhver umslög svo notið í póstinu. Endurmynding. Já, og hann kom með þetta hérna undir hendinu okkur haframýlskott í poka og kaffi, það var sko óbrennt og malað í skráarumslagi. Það var borið bara heim til mín svona eitthvað smáttri og rúsínur og Nú fannst ekki verið... Svo fannst hann algjörlega vonlust að ég var alltaf að fara í kaupfélagið og kaupa grænar baunir sem maður lagði í bleyti og sauð. Hvað er alltaf að vera að gera með þessi grjón? Hvurslags er þetta með þessi grjón? Það þarf ekki að vera með þessi grjón. En svo að það vantaði grjónin, græni baunar. Hvað, er engin grjón? Svo var ég líka stundum að kaupa tómatsósu. Hvað er að gera með þessu soju? Hvað er þetta, eitthvað soja, sagði hann og sturtaði á diskinn á sér. Svo að það vantar, hvað, er ekki soja, sagði hann? Hvað er ekki soja? Svona lita við mig. Heyrðu, svo þetta með matinn, sko, ég gæti ekki í þetta sér. Ég var algjörlega fyrir mér. Mjög alvarleg. Þetta var mjög slæmt mál. En börnin mín, þau sátu hér annað og hitt bara varla, sko, með farið að tyggja, varla með tennur. Hann tróði upp í þau feitaselnum og þetta lag hérna niður, sko. Og ef þau voru til dæmis í útprjónuðum peysu sem ég hafði haft fyrir því að prjóna þau, þá voru peysunar allar í, þið viti hvernig þetta er, þetta verður svona eins og lýsis lykt af fötunum, allavega svona prjónuðum peysum og þetta var ónýtt og þóknaði og ég þurfti að horfa upp á þetta. Hann satt þarna með tóbaksklútinn niður á diskinum og þarfti að vera með þetta á borðinu, segi ég. Já, honum fannst það nú alveg óþarfi hjá mér að vera að abast út í hann út af því hann væri með tóbaksklútinn niður á diskinum og svo tróði hann sko upp í börnin og dásamaði og talaði svo vel Guðrúnu mína
því hún tók svo, hún át þetta með svo mikilli góðri list og borðaði þetta og hann elskaði börn sem áttu sel og selsprit. En hann leit náttúrulega niður á hinn börnin sem áttuð ekki og það var ég til dæmis sem ég. Hún átt þetta ekki. En Svana, eruð þið ekki vinir? Jú, en það var sko, haltu mér, sleftu mér, skilja. Já. Sko, hann var að dásana mig þegar hann hélt að ég heyrði ekki. Já. Já, hún er svo smjördú, hún er svo smjördrú. Ég gerði þetta ljóma. Ég var svo gaman að gera úr mjólkinni. Ég skil það ekki, ég kem frá Eyrarbakka, það var aldrei belja heimi á mér. Eftir að ég vann eftir mér og mér fannst bara gaman að eiga við mjólkina og matinn sem kom úr kúnum og já, og ég var að prófa að búa til bjúgu og ég var að gera úr slátrið sem ég lærði náttúrulega alltaf dimmu því að ég kunni ekki neitt og kunni ekki eins og mjólk og vissi ekki neitt haus. En af hverju komstu? Óli. Nei. Ég bara hef ekki hugmyndin hvað grófið. Þetta var eitthvað misskilning. Þetta var alltaf misskilningin. Já, Amma dó, Sigríður. Já. Hún dó 1960, daginn sem við opinberuðum við Óli. Við vorum búin að ákveða opinberu og svo ringir hann í mig í búðina. Já, þið eru Heyrðu, amma mín var að deyja, segir hann. Ætli við erum ekki hægt að vita. Nei, segi ég, hún hefur örugglega viljað að við trúluðumst í dag. Og við gerðum það. Hvað átti það að skipta ykkur? Nei. Og við bara opinberuðum þennan dag sem að Sigríður amma dó. Svo Fórum á Rauður og... Svo fórum við norður í jarðarför. Já, Við fórum að við myndir af því. Hún var Við bara fekk nýjan kjól og allt. Þið fórum á Rauður og svo eitthvað Dótó og svo Já, eitthvað dóttar. Svo fórum við norður í jarðarförina, Sigríðar. Munið þið ekki eftir því? Jú, mann. Og Datti var með. Það var þá sem hann sagðist ekki vilja... Hún þekki jólakaka ágætt en hann vildi ekki jólin í henni. Það var rúsinur. Hann vildi ekki jólin í henni, það eru rúsinur. Já, hefur ekki borðað þetta. Nei, ekki annað. Svo voru þeir búin að drepa mig í hlöðunni, Óli og Datti. En þeir vita það ekki. Nei, þeir voru að henda heyju á mig út í hlöðu, fjárhúshlöðu og ég misti andan og var næri köfnu og það fyrir því að ná andanum og ég lét það ekkert vita af því en ég er að segja það núna, þeir dráðu mig. Þú fengi heima þig. Þeir hendu heyi ofan á mig og ég misti andan og hann köfnu. Og hana nú myndi það. Þið voru næstu búin drömmu. Nú myndi það hvort þú ert á lífi.